Það ætla aðeins að spjalla og svo munum við taka spurningar úr sal, þannig að take it away. Já, fyrsta spurning mín hvernig byrjaði þú í kvikmyndagerð? Já, ég á eldri bróður og ég held að eftir að hrygningunni hann kom þessar hugmyndi inn hjá mér að það væri hægt að búa til kvikmyndir. Stóð út í lúpínubreiðu og sagði svona verður ein senan í myndinu minni. Og þá bara svona opnaðist hjá mér, ég var 12 ára. En hins vegar þá hafði nú presturinn alltaf til að fá okkur í guðsþjónustur sýnt okkur til skiptis aðra hvora sunnudaga Andrés Öndmyndir gamlar eða þá frá Austur-Evrópu teiknimyndir sem voru ofboðslega velgerðar og voru frægir fyrir Tékkó, Holland og þetta voru glæsilega myndir og sem sagt gæðastöf og það svo bara 17 ára aldur þá bara ákvað ég var nú alltaf að mála vatnsliti og þá ákvað ég að ég væri góð í tvennu og það væri með myndir og að segja sögu. Svo best væri að sameina þetta. Já, takk fyrir það. En hvernig hvernig að vera kona í kvikmyndagerðinni? Það, erfitt? Ég sem stendur finn ég ekkert fyrir því. Ekki neitt. En ég hef það mjög náðugt núna. Hins vegar, þegar ég byrjaði sem skrifta í sjónvarpinu, það var bara mjög meðvituð ákvörðun áður en ég færi til útlanda að leita mér fara í nám þar sem ég fyndi pláss og það var í Svarfaðardalinn þar sem verið var að taka upp Land og Sýni og ég var skrifta og það var starf þar sem var kvennastarf og leikstjórinn dálítið, ekki dálítið, hann átti þeim fannst það var þannig og enn og síðast þegar ég var skrifta þá var það held ég í No Such Thing með Hal Hartley og ég man það þó að við hefðum ekkert saman að selda nema kurteislegt að einhver tíma þá lenti ég á langri kjaftatörn við einn aðaleikaran og þá kom hann skelfingu lostinn og vildi að það mætti ekki koma nálægt skriftun hans. Eignarhald. Jú, það var, ég hef sem skrifta var tvisvar reynt að nauðga mér í alvörunni og einu sinni síðan þá. Og það var bara þannig, en hins vegar, þá barðist ég auðvitað á móti og ég hef alveg góða tilfinningu en ég var reið og það var ekki fyrir en 17 árum síðar, þar sem það var tvisvar frá öðrum og svo einu sinni og hinum, að sá seinni kom til mín og þá var byrjuð MeToo-bylgja og hann vildi biðjast afsökunar eða fyrstulega spurja mig hvað hefði gerst þarna. Svo biðjast afsökunar og ég sagðist nú ekki vera tilbúin til þess en ég sagði honum að ég væri fegin að hann loksins drullaði sér. En þetta sem sagt, maður fann þetta var undirliggjandi gagnvart konu þannig. Ég hafði aldrei nokkuð svona að segja af jafnöldrum mínum. Alltaf bara hvort sem að ég var að vinna með þeim bara á gólfinu eða hvort ég væri í stjórnun, forystuhlutverki, leikstjóri. Hins vegar þá, til dæmis því ég gerði Ingóló, þá var ég með 2 eldri menn, kalla, og þeir voru erfiðir. Reyndar sökum drykkjuskapar en þeir leyfðu sér það. Og þetta voru 2 menn í lykilstöðum. Kvikmyndatökumaður og hljóðmaður. Annar einn af bestu hljóðmönnum Þýskalands en hann leyfði sér þetta. Verður bara fullur allan tíman og eins Finninn. Strákarnir reyndu að passa upp á hann En svona, þetta var barningur. En ég hafði aldrei svona jafnöldrum mínu, það var bara leikur og gaman, Þetta svona, maður verður að horfa á þetta
sem apahjörð. Kvikmyndir koma úr stríði og hernaði. Þannig þróaðist kvikmyndatæknin. Og það mjög öðruvísi að vinna með Bretum og Bandaríkjamönnum, og svo það öðruvísi New York eða Los Angeles. Ég hef aldrei unnið með Los Angeles fólki, en ég hef unnið með New York fólki og svo Íslendingum. Sérstaklega eins og þegar ég var yngri, eða sem sagt þegar ég var að byrja og við vorum að byrja, þetta var fyrst ég haldi áfram með þetta með hernað, við vorum skæruliðar. Það var bara að redda málunum. Ok, búningurinn í Reykjavík, klukkan 1 á nóttu, hvernig kem ég honum hingað á Snæfellsnes? Sko, og þá reddaði maður því. Nú það regn og allir í þorpinu bara sundkennslu út á sjó og það þarf að redda slökkubílnum, sko. Til að fá, og allt þetta getum við og gátum. Ég efast ekki að þetta hefur breyst. Orðið miklu skipulagðara og líkara, akkurat, skipulagi sem alveg sjálfsagt að hafa í kvikmyndagerð af því þetta líka svo dýrt. Hins vegar, sko, fann maður alveg fyrir því hvert var viðmótið frá Englendingum, fyrsta lagi gagnvart okkur. Þeir líta niður á málbúa, sko, en svo lærðu þeir greindustu, lærðu að meta okkur. Ég get ekkert sagt ég kunni vel við Kanana, þeir þurftu líka sinn tíma til að læra átta sig á því að í sumar aðstæður bara betra að hlýða þeim innfæddu. Já, takk fyrir þetta. Þú varst að tala myndina þína í Ingaló, eða ekki? Jú. Hvernig var að gera hana, þú veist? Það var fyrsta myndin, fyrri myndin. Ég hef gert 2 leiknar, en margar aðrar heimildarmyndir. Ég hafði þetta voru sögur sem gerðust hingað og þangað. Ég fór í fisk eins og allir á mínum aldri, svona tvítugt. Krakkar og Reykjavík fór í fisk hingað og þangað. Og jafnvel oft eftir stúdentspróf fóru að kenna í svona þorpum. Ég veit ekki hvort að slíkt væri leyfilegt nú til dags. En þetta voru sögur sem ég hafði ýmist upplifað eða vini mínir sagt mér. Ég átti vini sem voru alltaf sjó, alveg frá sjómannssynir, höfðu sjálfur verið á sjó frá 14 ára aldri og ég bjó til þessa sögu. Og seinna meir, framleiðandinn var eiginmaður minn, þáverandi og góður vinur. Og við sögðum eftir á að hefðum við vitað út í hvað við vorum að fara, hefðum við sennilega ekki gert þetta. Þetta var ofboðslega erfitt, af því að við höfðum ekki, þótt að við höfðum fengið júrímas og svo þurfti, talandi að vera kona, það var mikið hik að láta mig fá styrk til að gera þessa mynd. Ég ekkert viss að það hafi verið, og viðmótið eftir hún varð til, þá var það sko stelpan, hvað hún að vilja? Það var alveg mjög skýrt. Ég var ofboðslega hissa og fólk í kringum mig, það var bara næstu því úlfúð í mörgum. Þetta var nýtt að ég var stelpa sko, ég hafði bara það alltaf með mér. En sko þetta með kvikmyndasjóð þá, hann var öðruvísi uppbyggður, það var nefnd. Og ég held meir en það að ég hafi verið stelpa, ég held að það hafi verið þemað. Vegna þess að ég heyrði þetta frá einum nefndar, sko í gegnum svona, við erum sko ekkert í lopasokku með fisk í kjaftinum. Sko Íslendingar hafa svo oft minnumáttarkennd út af því hvernig við erum skrítin.
bara alveg frá því að Eggert Ólafsson sagði þið megi ekki láta útlendinga sjá hvernig þið dansið. Það var vikivakinn, sko. Þetta var 18. öldin. En þá erum við að segja, við erum ekki þannig, sko. En við erum þannig. Ef við erum ekki í þessum lopasokkum, þá krókna okkur tærnar í sumum tilfellum. Og fiskurinn heldur okkur mjög mikið á lífi og þeim þótti þetta of nöturleg lýsing á því sem að var. En svona var þetta. Reyndar hafði margt breyst við kvótakerfið sem kom sem sagt í þann mund var komið þegar ég gerði þessa mynd. Jaha. En þú gerir heimildamyndir núna, eða ekki? Jú. Er það skemmtilegra heldur en að gera þessar leiknarmyndir? Sko það er mjög gaman að gera leiknarmyndir. Ég tala nú ekki að vinna með leikurum og vinna með fólkinu á setti, hvort sem að maður er bara í teymi eða stýrir einhverju. En það sem að er svo gaman við þessar heimildarmyndir, og ég er að segja það, þetta eru ekki venjulegar heimildarmyndir sem ég geri. Eiginlega þær, og ég er hægt að reyna að sýna þér á venjulegum hátíðum, bara í sjónvarpi, og svo er það söfn sem að vilja sýna þér, vegna þess að ég er ofta að fjalla eitthvað fræðilegt. Og ég fæ styrk vegna þess að enginn hefur gert þetta áður. Þetta er sko, menningararf þjóðarinnar á ýmsan hátt, hvort sem er skóg og skógrækt og skógeyðingu. Nú er ég að gera tónlist, en hvernig hún breyttist á 19. öld og varð að því sem við höfum núna, sko. Og svo gerði ég handverk, bátasmíði og búningasaum. Til dæmis þessi mynd bátasmíði. Í fyrra var ég í Baskalandi, þá var hún sýnd þar. Mér var boðið og það var og nú er ég að fara í haust til Napoli með þessa mynd. Hún er 11-12 ára, hún dettur ekki úr tísku því hún er sögulegt efni. Mér finnst þetta frábært. Ég er bara heim í stofu. Ég er með teymi, vina minna, kvikmyndatökumann, hljóðmann og tónskáld og sem vinnur myndina og grafíkara og ég framleiði sjálf klippi og leikstýri. Skrifa líka og kvikmyndasjóður mjög vondrútt í mig. Af því ég á að dreifa ábyrgðinni sem ég skil mæta vel. Af því að það er best að koma sem flestir að því að þetta er þannig iðnaður. En þá gæti ég ekki gert þessa myndir. Það er bara þess vegna. Ég er væri alveg til í að, mér finnst hins vegar óþægilegt að fá einhver til þess að starfa hjá mér án þess að borga honum laun. Ég geri það ekki. Og þess vegna er erfitt, en þá segir þau, þú getur kennt fólki ungum að klippa, en ég hef aldrei litið á mig sem klippara, en þegar maður er að gera svona myndir, þá er klippingin það sem veitir mér mesta gleði. Því að þar er svo mikil sköpun fólkin, ef að maður hefur verið nógu klár að taka upp allt efni sem til þurfti. Já. Hvað lærðirðu fyrst? Sem þú hefur lært í dag? Ég stemdi á Berlín. Ég vissi ekkert hvað Berlín var. Eða vissi ekkert. Ég held að það hafi verið bara systir mín átti leið Berlín og mér fannst svo fyndnar sögurnar sem hún sagði að ég ákvað að fara þangað. Annars hafði París verið í tísku í hvað kvikmyndir varðar. Ég fór til Berlínar en til þess að undirbúa mig dálítið fyrir þetta þá fór ég fyrst til Svíþjóðar, ég fór í leikhúsfræði eða eitthvað svona í tengt því, leikhúsi, það var mjög fróðlegt. Svo fór ég til Þýskalands og kunni ekki þýsku en lærði málfræðina utan að og náði þýskuprófinin í háskóla. Svo eins og maður gerir á þessum aldri og ég bið ykkur að hafa ekki til fyrirmyndar, lærði ég þetta á börunum. Ég
knæpunum að tala þetta mál. En ég komst inn í háskóla og fór í heimspeki og þar var sko 18. aldar heimspeki og ég skuldi ekkert en ég gat fengið svona tutorium, svona þetta ég barðist í gegnum þetta og tók á meðan próf inn í Deutsche Film- und Fernsehakademie sem núna í Berlín í Sony Center. Þá var hún í Theodor von Heuss-Platz. Og það var mjög skemmtilegt vegna þess að þetta var akademía. Við vorum mjög sjálfráð. Það var ekki beint skóli. Þannig, núna eru við búin aftur að fara tilbaka til skólans, þess fyrirkomulags, en við vorum óðum daldið uppi og hver gerði það sem hann mátti fyrir utan maður þurfti að setja fyrsta ár og hafði þá svona einstaklingsverkefni, sameiginlegt verkefni og svo annað ár, það var einstaklingsmynd og maður átti að finna sér sérhæfingu og svo þriðja ár og það var útskriftamynd. En ég tók alveg 7 ár í þetta með hléum vegna þess að ég eignast barn. Já, það var bara, já. Ertu með eitthvað svona, þú veist, tips fyrir unga, þú veist, kvikmynda fólks, eins og þú veist, krakkana hérna sem að gera myndir. Ertu með eitthvað, þú veist, eitthvað svona sem getur hjálpað okkur eða eitthvað? Það er óbúslega gaman að taka þátt í svona teymisvinnu. Það er gaman. Það er eitt. Hitt hvers vegna erum við að gera þetta? Það þarf að viðhalda loganum, áhuganum á þessu að segja sögur, bera virðingu fyrir þessari hefð. Þetta er mjög ung listgrein. Hún bara rétt rúmlega 100 ára gömul. Fólk strax farið að gleyma henni og getur ekki horft á svarthvíta myndir og þess háttar. Ég held að maður verði að viðhalda loganum og vera opinn líka gagnvart að gera tilraunir. Nú tala ég bara eins og þú sem hefur bara haft allt í höndunum. Að vissu leyti hef ég verið mjög frjáls. Það er frábært og ég held að það sé bara þrjóskan í bland við gleði sem að fleytir manni áfram. Það er nú það. Þetta er mjög, það er engin venjulegur hversdagur, sko, ekki hjá mér. En fyrirgefðu, ég bara get ekki reitt fram svona mál, sko. En þú minnast mjög mikið á svona tím og... Það skiptir mjög miklu máli. Já. Og þóttu að ég segi svona KMI kvikmyndamiðstöð sé vond út í mig að því ég hafi svo lítið teymi. En þetta eru líka tiltölulega litlar myndir miðað við. En það er stöðug samræða í gangi. Og það er eitt af því sem er svo frjóvgandi. Og það er þessi vinna með fólki. Og það samtal eiginlega má helst ekkert rofna. Það er líka svo gefandi að maður haldi áfram þessu samtali. Jafnvel þótt að maður fari annað. Eins og til dæmis, eins og ég segi, ég er ekki í leiknum myndum núna. En ég skrifa bækur, ég kom með eina bók, ég er að skrifa aðra bók. En samt sem áður þá er maður alltaf að halda sér gangandi andlega. Þetta er svona viss áskorun að vera alltaf, halda mér aktífri. Þannig,
Já, hafið þið einhverjar spurningar? Já, er einhver spurningar úr sal? Já, hana? Já, ég vil byrja á bara að þakka þér fyrir einhver menningargersemi sem Ingaló er. Þetta er uppáhalds íslenska myndin mín. Takk. Og ég er bara mjög forvitin úr hverju spratt persónan sem Ingaló er. Mér finnst hún svo æðisleg. Ég fæ nú bara gæsahúð vegna þess að þetta er líka svo sorglegt. Ég skilja mjög vel að fólk, sérstaklega ungt fólk, haldi upp á Ingaló vegna þess að það er svo mikill ungæðingsháttur í henni og eiginlega gleði af vissan hátt. En þótt þemað sé stundum erfitt, en sko, ég ætla ekki að nefna nöfn, en þegar ég var í fiskið í Bolungarvík, við vorum í 3 ár í herbergi, reyndar næsta ár og eftir okkur þá skriðu ormar út úr dýnunum þannig. En ok, það þurfti að fara í gegnum frystihúsið til að komast inn í eldhúsið. Það höfði einhverju verið þarna, klukkan 7 að morgni kom inn stúlka inn í herbergi að heimsækja okkur, eina okkar, og hún var svo fögur og hún var með svona rauðgullið hár eða ljóst í liðum, svona þykk gleraugu og talaði svona algjöra og var kokkur á skipi. Næsta morgun þá var það sem að þau höfðu skriðið í gegnum frystihúsið og höfðu setið á sumbli í eldhúsinu. Þá hafði hún satt ein eftir, einhver stungjan í lærið og hún var að hnífinn og svo helvítis og bara bölva þessum sem hafði stungið. Ég sá henni ekki aftur. Svo heyrði ég hana, ég átti 2 vini akkurat þá sem voru alltaf að segja með sjóarasöguna. Annar þeirra, hann dó nú ungur. Hann var svo fagur, það voru allar stelpur skotnar í honum. Og það hafði vist önnur hreftana á balli í Hnífsdal og þá þessi gekk froðufelli, hún froðufeldi alltaf bræði. Af stað til Bolungarvíkur og ætlaði að brenna þau inni. Svona, svo líka þessi saga þarna á spítalanum, hún er mjög niður tónuð. Allt þetta í sambandi við þessa stúlku var þannig að ég hefði ekki getað sett þetta á tjald. Þetta hefði þótt svo ruddalegt og ógeðislegt. Af því að tjaldið, það stækkar upp raunveruleikann. Sko, þetta er bara sögur sem ég segi ykkur raunveruleikann. Það hefði enginn trúað þessu, sko. Enginn. Alveg eins og þegar kallarnir eru að skera kötta fiskinn á leiðinni í land, þetta er stanslaus klámkjaftur. Eins og hann sagði mér eitt skipstjóri. Þetta stanslaus klámkjaftur og svo 2 dögum áður en þeir koma í land, þá þagna þeir og fara að hugsa til eiginkvennanna. Hvað haldið þið? Hefði ég birt þessa svona klámkjaft með myndum þar sem verið er að skera upp fisk? Hugsið ykkur hvað þetta er grótesk, hvað þetta er ruddalegt. Nei, þetta var ekki neitt svona í minni mynd, þetta var mjög pen mynd. Samt fékk ég skammir. Þessi unga stúlka sem að heillaði mig, hún heillaði mig gjörsamlega, en hún féll milli skips og bryggju, en þá því miður, sko, þetta er svo sorglegt, hún var þá hætt að drekka. 25 ára gömul dó hún. Þetta er mjög sorglegt og þeir sem að þekkja, sko, fólki þaðan þekkir hann alveg, og þessar sögur líka. En sem sagt, það er þarna undirliggjandi sorg, en ég fékk það þegar ég kom fram með þessa mynd, þá var þetta ýmist alveg agalegt, verbúðarlíf og eitthvað svona, en svo var það líka, Ásdís fór aldrei á sjóinn, ég þekkti ekki viðfangsefnið. En það er alveg satt, ég er alltaf svo sjóveik,
kemst aldrei á sjó. En ég gjört þekkt þetta viðfangsefni, var bæði fyrir vestan mjög mikið og líka á Höfn í Hornafirði, þá í Humri, en aðalega út af vinum mínum. Þaðan þekkt og bara öllum, sko, þetta lá í loftinu. Þetta eiginlega eitthvað sem tekið beint. Og það kannski ferskleikinn. Og ég leyfi mér að segja þetta eigi verk af því ég nýlega sá hana aftur og þá sá ég hvað hún var sprottin upp úr einhverjum jarðvegi sem sko, hún var svona, já, hún var sprottin upp úr veruleikanum. Svo fór hún á Cannes og það var aldrei fyndið. Svo var hún sýnd svona og þá var maður settur við borð svona inn í einhverjum sal og svona, já. Og svo einhver maður, ungur maður og þau vita ekki hver ég og hann að tala illa myndina og hann segir, þetta sé nú, sko, hann þekkir Ken Loach eftir Hermu, þegar hann sé, sko, og ég fór að hugsa, Ken Loach, hver það? Ég vissi ekkert hver það var. En þeir þóttu þessum náunga þóttu þessi veruleika bragur minna svona á Ken Loach sem það kannski gerir. Eru fleiri spurningar? Já, eru eitthvað fleiri spurningar? Nei? Nei? Jú, hana? Hvað segirðu fyrir getur það? Með hennan söguarf sem þú hefur Já. í heimildamyndinni eins og Bjössan Og það mikið af efni við þið þar. Já, halda áfram fyrir ekki. gera sögulega leiknakvip. Sögulega kvikmynd. Leiknakvip. Það vá hvað ég verið til í slíkt. En sko, Íslendingar eiga mjög bágt með það. Út af smæði landsins. Út af hvað við erum fá. Og annað, sko, við horfum með áhuga á, ég tala nú ekki breska sögu, líka bandaríska, þetta eru svona stórveldin, sko, í kvikmyndagerðin, en ég meina, það hefur engin áhuga á okkur, nema við. Það dálítið skemmtilegt að gera bara fyrir Íslendinga. Og þess vegna til dæmis ég dálítið glöð með svona myndir eins og Veiðiferðina og svona einhverjar sko myndir sem bara gerða fyrir okkur og við að gera bíó. Og þess vegna sko auðvitað hægt að finna svona sammannlegt þema og leita eftir styrkjum til margra landa í heimildarmyndir. Nú til dæmis stór, þegar hún að gera kvikmyndum fólki á Grund, það styrt af líf á elliheimili, það Evrópustyrkur. Sko það hægt að sækja fyrir svona sammannlega reynslu, en þegar maður akkurat að gera eitthvað svona sérsniðið, þá sækir maður ekkert út fyrir landsteinana. Hins vegar, og það nú kannski að því ég dálítið 19. aldar manneskja, því að pabbi minn var fæddur 1902, sko, að þá hef ég voða gaman af þessum heimilisiðnaði sem ég stend í, sko, og klippa sjálf en hafa alltaf af bestu tæknilegum eins gæðum og mögulegt já. En ég sé ekki hvernig hægt að sjáu til dæmis sögurnar okkar. Það er ekki Ágúst réðist í þetta og einhverjir aðrir, en þetta svo stórt fyrirtæki
Og það er ekki fyrir en að Hollywood kemur á bragðið og gera hvað sem þessar myndir heita, Valhalla og eitthvað svona, sem er hægt að kannski að fara að gera þessum harfi skil með þeirra miskilningi. Ég fannst fyndið, ég var á Instagram og fann einhvern strák frá Kenía sem syngur á TikTok. Það mælti, en syngur á ensku, það mælti mín móðir að mér skyldi kaupa fley og fagrar árar og farabrott með víkingum. Sem sagt þetta kvæði eftir Egil Skallagrímsson. Og dálítið fyndið það, og svo söng við þetta írsk stúlka, einhvað lag sem að Hollywood hafði búið til. Dálítið fyndið það, hvernig þetta er komið frá miðöldum, úr Borgarfirðinum. Já, ég held að við höfum ekki tíma fyrir fleiri spurningar. Bara takk hella fyrir að vera og koma og svara þessum spurningum. Mér langar til þess að segja eitt orð í lokin. Já, Ég er svo ánægð með ykkur að þið skulið vera með svona áhugasöm kvikmyndagerð og vilja fara út í þetta, eða minnst að skoða þetta. Ég er ánægð með ykkur og þakka ykkur fyrir. takk hella fyrir.